Herði, já, nei, hvað segirðu? Varst var eitthvað partí á okkur í gær eða? Já, við vorum þrír að drekka eins bjór og rauðvín og svona, við vorum bara að spjalla hitt og þetta, mikið að tala stórskotalið, það var gaman. Já. Ég ætla báður í stórskotaliðinu. Það mitt. Það við vorum að tala það, svona counter battery fires og íledir stötti og mismunandi fallbyssur og hitt og þetta, svona self-propelled versus towed og já. Versus horse-drawn. Já, nákvæmlega. Það ekki best. Jú, best í því. Það möguleikar þar. Það allan umhverfisvænast. Það er þetta góð punktur. Það mjög góð punktur. Það umhverfisvænast. Já, þeir jórtur ekki hestarnir, þannig að það ekki sama vandamál. Þannig að ef við værum að nota uxa til þess að draga, þá þurftum við að gefa það svona lyf þannig að rekinu minna við. Já, einmitt, já. Er það gert við kýr eða? Já, þetta voru mikið umræðin í dag að það verið að pumpa sér þessum efnum í beljurnar og einhverju fræði með halda frem til skadalaust en ég sá fréttum nú daginn sem einhver bóndi var að segja að það þurfti að aflífa kýr í Danmörku að ég held að alla kýr í Danmörku þurfa að taka þetta og svo vantilega líka kemur þetta inn í líka þetta með þess að ofurunnu matvörur og náttúrulegt og lífræntrækta og slíkt. Já. Alltaf ekki eðlilegt að vera að pumpa einhverju lyfi í beljuna þannig að hún reykir minna við. Nei. Og það lítur að vera eitthvað ástæði fyrir því af hverju hún reykur svona mikið við. Jú, það er auðvitað, hún með hvað 4 maga og það eru bakteríurnar sem eru að brjóta niður grasið og það ætla að skapast heil mikið gas eða metan auðvitað í þeirri framleiðslu. Þetta er bara svona surrealist, hverjum hefði séð fyrir sér að það var eitthvað sem var í umræðunni. Já. Þó var ekki fyrir bara 5 árum síðan að maður myndir að tala um þetta að láta beljurnar prumpa minna til þess að bjarga náttúrunni. En ég meina þetta er það sem er sagt auðvitað með, ég meina útblástur og það kannski þetta er komíst þú veist, en það kannski segir mér eiginlega meira bara hvers konar samfélag við lifum í það sem að, þú veist, af hverju erum við með svona ógeðslega mikið af beljum og þú veist, að við séum actually með svo mikið af beljum að það er menga, þú veist, meira en bílar eða eitthvað, skilur þau? Já, svo... það er bilað. Nei, ég veist ekki bilað, ég meina bara, skilur þau, bilu pæling. Já, það er alveg góð punktur, það er mjög áhugavert. Að þú veist, bara hvað, þú veist, manneskjurnar og dýrin þeirra eru náttúrulega, þú veist, manngert vistkerfi í rauninni, sko. Já, algjörlega. Og þú veist, það sem einhvern veginn húsdýr og gæludýr eru eitthvað mjög há prósent af öllum dýrum í heiminum. Já, mitt. Þannig að ef það kemur ykkur plága sem myndi drepa allt mannkyn, sko. Þú veist, þá náttúrulega er það þetta algjört hrun þessara dýrategundar líka, sko. Þetta er náttúrulega ekki náttúrulegt að það séu svona margar, sko. Nei, alls Fjölmennar, alltaf að segja. Og megni að þessi dýrategundir geti ekki eins og klára sig í náttúrunni. Nei. Það er líka eins og þetta með svo áhvert, það er fornleifafræðingar hafa bent á þetta. Og sumir hafa mér að tala að þú getur talað að sé nýtt svona, jú, það eru auðvitað íkæðið tala jarðfræðilegt tímabil, en kjúklingar og kjúklingabein, að við borðum svo brjálæslegt magna kjúklingum og það er svo brjálæslegt magna kjúklingabeinum í jarðveginum að þú sérð alveg sér lag þar sem er alveg klikkað að spáði þig. Algjörlega, það er það, sko. Þetta eru þetta alveg bilaði tímar sem við lifum á, sko, með að við heimssöguna eða þú veist, allt. Já. Þú veist, það er það, sko. Já, algjörlega. Þú veist, allt framleiðsla og allt náttúrulega snýst það að aðlaga það sem mest að manninum, eins og bara til dæmis árfarvegir, þú veist, hversu margar ár til dæmis í Evrópu er ekki búið að breyta og beisla og múra bókstaflega inni til þess að það er flæði ekki bakka sína og eitthvað slíkt en það hafa dauðsföll af völdum náttúruhamfara minnkað 98% held ég síðastliðin 100 ár. Já. Þess vegna svo áhugavert þegar að tala mikið náttúruhamfarir og eitthvað svona og margir deyja og eitthvað þannig, það er ekkert kjaftaði því í sögulegu samhengi eru sára fáir að deyja af völdum náttúruhamfara, alveg sára fáir. Jú. En þetta er samt alltaf tragedía, þú veist, það kemur ykkur fellibylur og fer yfir Filippseyjar eða hvað það er og einhverju deyja en fyrir 100 árum síðan hefur náttúrulega einhverju þá 20.000 lotist.
Þetta þarna, þú hefur séð alveg þessa statistík yfir æmast ekki, hversu mikið hlutfall af lífverum á jörðinni. Já. Þetta alveg rosalegt, sko. Já, það. Ég ætla að sjá, ég átti hluti góða mynd af þessu sem að ég hann á þegar ég var í Vín á safninu þar. Það var nú gaman þegar ég fór til Vínar og sá manstu krúnudjásnin frá heilaga rómverska keisaranum. Það flott maður. Það cool. Það cool. Það alveg cool. Já, endalega kom mikið að fara þangað. Hefur ekki komið þangað? Nei, ekki gert það. Það á listanum. Já, hérna þessi mynd. Ég tók þetta ég var á náttúru vísindasafn, sko. Já. Þú veist, þeir segja, sko, efsti kassin þarna. Já. Þetta allur lífmassi á jörðinni. Já. Þú veist, stærsti kassin eru sem sagt bara einhverjir organismar í sjónum. Já. Sem eru sko 100 miljón tonn af karboni eða kolefni. Svo næststærsti kassin hérna, það fiskur. Já. Síðan koma ormar og pöddur, skordýr. Já. Og svo koma einhver svona lendýr. Og síðan þessi kassi sem þú sér Já. Svolítið lítill kassi Já. Þetta sem sagt húsdýr og hann þá, þú veist, hvað þetta 5% eða eitthvað af lífmassanum, sko. Já. Og síðan aðeins minna en það eru þá 60 miljón tonn kolefni sem eru manneskjur. Og svo alveg allra minnst pínu lítill hluti, 9 miljón tonn af kolefnum. Já. Það eru sem sagt þá öll önnur dýr, vilt dýr. Já, rótrúlegt. Já. Þetta gerir maður sér ekki grinn fyrir neina svona fyrir maður sér það einmitt svona þegar sett fram á þennan hátt. Það svo áhugavert að velta þessu fyrir sér. Já, þú sér kannski, þú veist, einhverja myndabók Afríku eða eitthvað og þá alltaf mynda einhverjum dýrum, einhverjum ljónum og tígrisdýrum og gíröffum og eitthvað. Já. En svo það alltaf bara eitthvað, þú veist, showcase, örfá dýr, sko. Já. Sem búa bara í einhverju lokuðum, verndunasvæðum og í dýragörðum bara. Já, mitt. Já, ég gera það. Svo pöndurnar? Já, pöndurnar, sko. Það ekki sveindið samt líka hvað sem dýr eru svona glötuð að tala það það væri ekki fyrir yngripp manna að það búin að deyja út greið þó að væri heldur ekki menn sem væri að fokkiðu með eyðileggja því þetta svo glatað eitthvað. En þetta samt auðvitað því við erum búin að hafa svona greiðlegt yngripp í vistkerfið. Já. Sko, það auðvitað ákveðið element í þessu sem náttúrulega líka það, sko, að af því að við höfum siðferðiskennd, veist, að því við erum drifin auðvitað áfram af náttúru, sko, við erum drifin áfram af þörfinu til þess að lifa af og hámarka okkar efnislegu gæði, græðgi. Og þaðan kemur auðvitað þessi ástæðan fyrir því að við erum búin að gera þetta allt saman. Já. Bara alveg frá því að þeir byrjuðu að því að veiða út öll stóru spendýrin, skilurðu, og síðan veiða út allt hitt og svo veiða upp fiskinn og svo allt þetta sem hefur verið að gerast með iðnaðinn og svona. Já. En við erum náttúrulega manneskjur líka með siðferðiskennd, sko. Þannig að, sko, þú veist, að mótið þessu kemur auðvitað líka meðvitun að, herðu, við verum líka að vernda þessa dýrategundu, við megum ekki láta þær deyja út. Og við megum ekki eyðileggja plánutuna eða eyðileggja vistkerfi meira. Þú veist, það er líka þessi, sko, siðferðislega vitund sem við höfum, sko. Já. Og þess nefnast hugsa út í þetta með gervigrindina, sko. Já. Þú veist, ef hún yrði mannskemmandi, sko. Já. Þú veist, ef hún yrði þannig að svo þróuð, sko, að manneskjur væru þá fyrir henni eins og gullfiskar eru fyrir okkur eða eitthvað, sko. Hvað er að fara að stoppa gervigrindina frá því að eyða okkur? Jú, einmitt kannski nákvæmlega þetta að ef að gervigrindin mun hafa eitthvað svona siðferðiskennd, þá mun hún náttúrulega vilja varðveita okkur, sko. Já. Það setja ykkur eitthvað dýragarð. Já. Hafa ykkur svona glerbúri til sínis. Einmitt. Og þá allir líktum ekki á okkur svona tæknavættu stígi, heldur bara sem eitthvað svona frumaðurinn. Já, eða þau veitir kannski varveita svona eitt kalldýr og eitt kvendýr af hverju menningu og svona og hafa sem svona sýniseintak.
Já, og mismöndið sögulegum tímum líka, það var líka áhugavert. Það gervigreitur svo öflug, það getur verið með 17. aldar Frakkland þarna og eitthvað svona. Já. En náttúrulega ef gervigreindin ef gervigreindin náttúrulega myndi hafa hún veri super intelligent og veri líka super með super siðferðiskend. Já. Getur það ekki rauninni sagt að hún sé almáttu og alvitur og algóð? og hvað myndi alvitur, algóð og almáttu gervigreind gera við mannkinn? Hún myndi náttúrulega setja okkur í Matrix. Já. Og þá ertu komin heilan hring, Þannig að hún kannski guð. Kannski hefur hún alltaf verið til. Og við erum bara komin mjög nálægt í uppgötana núna. Já, nákvæmlega. Já, það er komin hring. Það fyndi, guð bara með svona extra steps. Já. Ég veit. Nei. En hvað segir ég, var að kasta okkur í hennan hellenisma þátt? Jú. Hörðu, hefjum þess að leika. Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersir Arnaldsson heiti ég. Við erum hér eina ferðina komin saman aftur, Ólafur, og hvað segirðu gott í dag? Ég segi allt gott, ég hress og alltaf gaman að koma inn í þáttinn og getur fara að tala sagnfræði. Þú varst einmitt að segja mér að þú varst ekki hress í dag. Nei, ég var það ekki á það. Það má fylgja sögunni. Ég satt á Sumbli hérna í gærkvöldi og sá bara einhverja 4 tíma í nótt og var svona hálfa eyðilegur þegar ég vaknaði morgun og búin að vera að vinna því allan dag svona. Þarna, hvað maður að segja, drekka nú mikið vatn og svona, koma mér í gang. En þarna, ég þetta hress núna, Nei, ég þetta merkilega hress núna. Ég getur þetta alveg viðkynnt að þegar fyrir svona klukkutíma síðan þá var ég alveg hugsað að það var nú gott að fara bara að sofa en nei, ég er nú búin að vakna núna þannig að ég bara harkar þetta alltaf af sér harkar þetta af sér hvað gerir maður ekki fyrir hlustendur nákvæmlega og já, við erum komin líka aftur til þess að ræða saman sögur og sagnfræðileg málefni svo alltaf á þessu ágæta sunnudagskvöldi það er komið nóvember 2025 og þetta mun vera þáttur númer 117 af hlaðvarpinu Söguskoðun. Við vorum hér í síðasta þætti að ræða saman Júgóslavíu. Þá tókum við seinnipartinn af umræðanum okkar sögu Júgóslavíu og eins og kom fram hér í síðasta þætti að þá sjáum við fyrir okkur að það muni koma þriðji hluti þessa þríleiks þar sem við tökum kannski borgarastyrjöldina fyrir og upplausn Júgóslavíu. En það verður ekki í dag. Hvað ætlum við að tala um í dag, Ólafur minn? Við ætlum til fornaldar og bara ræða svona almennt hvað fyrirbrigði þetta var. Þessi, það sem maður kallar, hellenisma. Við kallum það nú ekki neitt annað á íslensku, er það? Nei, hellenismi held ég hljóti að vera í lagi að segja. Ég er svo lélugur að googla eða að leita þessum íslensku hugtökum oft. Ég nefnilega hef reynt að gera svolítið effort í því oft. Já. Ég safnaði mér íslenskum sögubókum bara svona almenns eðlis. Já. Við gott að eiga þetta og svo blaða ég upp því þetta eru til þessi góðu íslensku hugtök þessa heimsögulega atburði. Já. Eins og þið frábæra orð hvað er það að kalla þetta? Selevkítar. Já. Selevkítar. Einmitt. Ég vissi ekki að það væri íslenska hugtaki fyrir Seleucid Dynasty. Sama hér. Selevkítar. Já, það var ég að læra það. Ég hef aldrei lesið neitt þetta á íslensku þannig að maður verður svo samdunað og lesa enskar heimildir þannig að ég spá oft ekkert í því en það er auðvitað mikilvægt og sérstaklega hérna náttúrulega í íslensku hlaðvarpi að notu þessu hugtök. Það skiptir auðvitað miklu máli. Já, það er mikilvægt. Halda þessu gangandi. Já.
Já, við tökum ábyrgð á þessu. Alltaf þessi tungumáli gangandi. Nákvæmlega. Nei, við ætlum þá að ræða í þetta fyrirbyrði hellenismi og hvað það var. Og já, ykkur bara byrja á kannski ártölum, af því að hellenismin í mjög svona stuttumáli sagt, getum við sagt að hellenismin sé þessi blöndun og áhrif þá grískrar menningar og menningarstrauma í því sem í dag eru Mið-Austurlönd, Persía, Egyptaland, þessar þjóðir, semítar í Tyrklandi, Sýrlandi, eitthvað slíkt. Og þetta oft miðað við Alexander mikla og hann þá lést 323. Þetta ekki alltaf miðað við það? Jú, hellenisman, það miðað við hann, en allan þegar þú segir hellenismin. Já, en svo þetta tala meira grísk áhrif. Það auðvitað mikið eldra, því Grikkir auðvitað höfðu verið að stofna nýlendur hér og þar Miðjarðarhafið og það var þannig þessi grísk áhrif auðvitað fyrir Alexander mikla. En sérstaklega auðvitað með því að hann leggur undir sér Persaveldi og það eru Grikkir eða Makedóniumenn sem taka við og byggja upp þessi hellenísku konungsdæmi. Þá náttúrulega verður ennþá meira af grískri menningu og grískan til þess verður alþjóða tungumálið og slíkt. Við getum auðvitað nefnt þetta kemur orðinu Hellen sem þýðir grískur eða þetta var orðið sem að Grikkir notuðu sitt þjóðerni. Já, og orðið sem þeir notaði í dag. Einmitt og náttúrulega þegar við tölum gríska sögu þá auðvitað tala maður hellenisman sem ákveð tímabil í grískri sögu, en þetta auðvitað líka notað í svona fornaldar sögu þegar við skiptum henni upp í tímabil. Þá getum maður stundu tala helleníska öldin eða helleníska tímabilið sem þá einmitt tímabilið eftir dauða Alexanders 323 fyrir Krist. Og þú getur sagt í rauninni tímabilið fram að öld Rómarveldis og svo ef þú ætlar að setja eitthvað ártal á það þá oft miðað við dauða Kleópötru árið 30 fyrir Kristi, það ekki? Jú, 31. Þegar að Ptólemiska Egyptaland fer inn í Rómaveldi og svona hringurinn fullkomnaður. Mare Nostrum orðið til og þá ekki lengur neitt svona. En það má auðvitað bæta því við að eins og þú segir gríska áhrif, menningar áhrif þetta voru mjög var fenómen náttúrulega fyrir Alexander eins og kemur að mikilvæg útflutningsvara alveg líka fyrir Alexander og svo þetta þó svo Rómaveldi taki yfir þú veist á fyrstu öld fyrir Krist þá heldur auðvitað grísk menning áfram að vera ráðandi í austurhluta Miðjarðarhafs algjörlega margar aldir áfram. Já. Og í rauninni má segja að það sé þannig alveg fram að Múhameð. Já, algjörlega. Og þá erum við að tala 7. öld eftir Krist. Já, en þess vegna auðvitað, ef maður reyna að takmarka þetta, þá auðvitað hellenismin þá þetta kjarna tímabil, en svo auðvitað þessi grísku áhrif náttúrulega heilmikil bæði fyrir og eftir það tímabil líka. Einmitt. En við ætlum þá fyrst og fremst þá að svona ræða þá einmitt þetta tímabil þá. Dauða Alexanders mikla og fram að orustunni við Actium þegar Kleópatra og Marcus Antonius töpuðu eða Mark Anthony Þetta auðvitað bæði þetta notað þetta í menningarsögu. Við tölum náttúrulega hellenisman sem svona menningarsögulegt tímabil sem við sjáum í list, í fornleifafræði, í arkitektúr og í þú veist hinn á þessu þannig, en svo þetta líka pólitískt tímabil því að þetta þetta tímabilið þar sem að arftakar Alexanders og arftaka ríki veldis Alexanders ráða lögum og lofum í Miðausturlöndum. Einmitt. Byrjum að þessu Alexander þá. Já. Það alltaf voru svona umdeilt. Hvað var það Alexander mikla, hvað hann ætlaði sér? Og það hafa verið skipta skoðanir. Og sumir náttúrulega hafa litið á Alexander sem þennan
Já, við höfum náttúrulega talað Alexander, sumir líta á hann náttúrulega sem bara sem stríðskleppa mann og algjöran viðbjóð, aðrir líta á hann sem einmitt, hvað við segja, umburðarlindan mann sem vildi brúa bíli milli austurs og vesturs og vildi taka inn meira persneska áhrif og búa til einhvern veginn svona nýja menningu upp úr því, það sem var svona meira fjölmenningarlegt og eitthvað slíkt, og svo náttúrulega allavega skoðanir þar á milli. En það sem náttúrulega eftirtæktavert með Alexander og raun og veru ótrúlegt að hann undirbjó í raun og veru ekkert arftaka sinn. Hann skipulaði voru illa hver ætti að taka við. Hann var lengi, hann var seinna að giftast, hann var seinna að eignast lögmetan erfingja. Og þetta auðvitað náttúrulega var þá hluti að því að þegar hann lést síðan 323 að þá var hann búinn að giftast og hann átti til með son sem var réttmætur erfingi en áður en sonur hans tók við þá var það hálfbróður hann sem erfði ríkið en hann var þroskaskertur að einhverju leyti þannig að hann var engin leiðtogi og var bara svona brúða annara þannig að honum var síðan bóla frá völdum og síðan var sonur hans Alexanders við völd þarna einhver skamma tíma en hann alltaf var bara lítið barn þannig að það sem áhugavert að þessi hersöðingjar hans voru sérstaklega að svona að berjast út á endanum en fyrst í svona valdabröldu að reyna að koma staðið hvað ætlum við að gera af því það lá ekki þrengt fyrir ætlum við að halda saman þessu eina ríki átt að vera eitt stórt heimsveldi hver á þá að erfa það, hver á að stýra þessu eða ætlum við að brjóta þetta upp og mynda sjálfstæða ríki sem síðan var raunin, það var síðan það sem gerðist en þetta tók töluvert langan tíma og það tók langan tíma fyrir þess að hersöðingja hans til dæmis að lýsa sig sem konunga En aðeins bara svona kontekst Alexander auðvitað náttúrulega mesti herforingi fornaldar gríðarlegur hernaðarsnillingur eins og stundum lýst og hann auðvitað kemur frá Makedóníu sem var náttúrulega grískt menningarsvæði og leggur undir sig Persaveldi á mjög skömmum tíma og mér enda dettur í huga því vorum að tala Múhameð hérna daginn að það ákveðin svona líkindi að vissu leiti hérna með þetta að þú veist með svona eitthvað svona rosalegan her leiðtoga sem að næra að taka yfir svona stóran hluta af minnum þekkta heimi á mjög skömmum tíma og stofna ríki og það hefði nú bara vantað upp á ef Alexander hefði getið orðið guðleg fígúra því að hann náttúrulega svona síðustu árin hans þá þetta fór hann að móta með sér alls konar svoleiðis hugmyndir hann gerði það fór að til dæmis láta dýrka sig sem guð þú veist, var að láta alla kissa tætnar á sér og kasta sér í gólfið og hann héldi fram að hann var ekki sonur Filippusar annars heldur var sonur Seifs einmitt móður hans héldi líka fram og svo fekk hann þá hugmynd að hann væri sonur Amons var það ekki? Jú, og það líka dæmi þennan hellenisma, það Seifur Amon einmitt, það sem líka blanda saman góðum það til mynd það sem að hann er það sem hann er með svona hrútshorn það er hann sýndur sem sonur Amons Seifs en já, maður hefur heyrt alveg að hann hefði haft svona einhverjar hugmyndir einhverjar óðalega svona megalomanískar hugmyndir að hann ætlaði að sjóða saman öllum menningunum í gamla Persaveldi og Persaveldi þetta var mjög svona multikulti land eins og Herodotus lýsir svo skemmtilega þegar hann talar Minnorsuna ég veit ekki hvort að mannst þetta í tölum það hann lýsir öllum svo komu Fönikíumennirnir og svo komu Partharnir og svo komu Egyptar og svo komu Númibíumennirnir þetta var mjög stórt svona fjölþjóðlegt ríki allavega þjóðir og hann til mér gifti þarna herforingina sína einhverjum persneskum prinsessum eða hefðakonum og ætlaði sér greinilega eitthvað að hræra þessu saman eitthvað
Já, því þú sér allir mest líka með hirðina og það er líka svona lykilatriði í þessu og það sem einkennir sérstaklega þetta tímabil og hellenisman, þegar við erum að tala um hellenisman og þetta tímabil, það var einmitt hirðin og til dæmis þessar persnesku prinsessur og voru til dæmis sendar í grísku nám og voru helleniseraðar. Og það er náttúrulega sýnir þá auðvitað að þarna er náttúrulega ákveðin hugsun auðvitað á bakvið verkefnið auðvitað, jú, það verður að reyna einhvern veginn að sjóða saman. En það sem er svo áhugavert samt líka með Alexander er að á sama tíma sem hann var að hugsa eitthvað slíkt að það voru samt líka allir þessu ódæði sem hann framdi og óþarfi brenna borgir og drepa fólk og drepa bandamenn sína og svona og hann svo, hvað að segja, hann á sér svo margar hliðar. Já. Og það er náttúrulega hluta því líka af hverju maður getur fengið svona margar mismunandi sögur hann. Því ég hef lesið allt frá því að tala herkenskuna og snildina á vígvellinum og svo var aðrir sakfræðingar sem að benda á að hann hafi verið afleitur herfóringi. Og eina ástæðan fyrir að hann hafi alltaf unnið var bara vegna þess að herinn var svo góður, hann var svo mikið betur en allir aðrir. En fórnaði oft og misti mikið fleiri en hann þurfti. Og svo náttúrulega auðvitað, hver og einn þar þá auðvitað bara kynna sér allt efnið og myndi sér sína skoður en þar allan eru mjög margar mismunandi sögur hann. Einmitt. En einhvað síður, jú, einhver sannleiks kjarnu þetta í flestum af þeim. Já. En sérstaklega þessi hirðu þetta var sérst áhugavert fyrirbrigði því auðvitað þessi gríska menning og þá erum við að tala um hellenisman eða Grikkina fyrir þetta fyrir Alexander mikla það voru auðvitað mjög mismunandi hvernig þessum samfélögum var stýrt. Þú varst með venjulega borgríki, sum borgríkin voru sérstökir svo Sparta með 2 konunga og líka með ákveðið svona ráð sem meira segja að við kalla svona vísa einhverju þingi, svona öldungaráð. Hvernig voru 2 konungar í Spörtu? Það er alveg sérstakt kerfi að það voru það ákveðnar þessar 2 konungsættir eða fjölskyldur sem fóru með embætti og síðan var því stýrt, það var eitthvað, ég veit ekki kalla kannski stjórnarskrá en það voru allavega hefðir og reglur sem stýrðu því hvernig það væri, mjög sérstakt kerfi. Og ef þú ber það allir með saman við Aþenu og lýðræðið þar sem allir frjálsbortin karlmenn yfir ákveðin aldur gátu kosið á öðrum stöðum varstu með einræðisherra, það var kannski einræðisherra sem var valinn eða einhvern veginn komst til valda og stýrði despot, eða tyrant og despot og eitthvað svona og sumstaðar varstu með eitthvað svona öldungaráð eða sem aðalsmennirni stýrðu eða jafnvel ríkir verslunarmenn og þess vegna er svona mikill fjölbreytileiki svo náttúrulega eru mismunandi mállýskur og slíkt og þess vegna náttúrulega gríski heimur náttúrulega var voðalega svona hvað maður segja fragmenteraður og það er náttúrulega líka grunnhugmynd sem kom fram þessi panhellenismi að þetta er eina samina alla Grikkina ættu að vera saminaðir og þetta persastríðin höfðu náttúrulega gífurlega áhrif þar þjappa saman. Já, og það sem er líka áhugavert er þetta að Makedóníumenn náttúrulega voru ekki Grikkir og makedóniska allir með það ólík grísku að þú skilur ekki tungumálin. Líka í fornöldinni? Já, en einhvað síður þá voru töluðu margir þeirra grísku vegna þess að gríska náttúrulega var kannski svona hámenningin. Já. Og aþeningar til dæmis, aþenumenn og kórintumenn og þessir svona kjarnasvæði Grikklands lítur alltaf niður á Makedóníumenn. Þeir voru villimenn á norðan. Og Makedóníumenn lítur niður á Grikkina út af því að það voru mismunandi siðir og venjur eins og til dæmis hvað að segja það þessar venjur til dæmis aþeninga að vera með ungum strákum. Já. Það var ekki karlmannlegt og var ekki tíðkaðist ekki hjá Makedóníumönnum. Það var hluta karlmennskunni að vera með konum og eignast eins mörg börn og gast og sofa hjá eins mörgum konum og gast. Það varst alveg karlmaður. Og þessu Filippus, hann var svolítið svona, maður sér hann svolítið fyrir sig svona svo að Robert Baratheon, svona þannig típa. Já, það er þetta mjög góð samlíking. Já, það er mjög góð samlíking. En er þetta kannski enn eitt dæmi svona outsider
sem að kemur og verður svona svaka leiðtogi, þú veist, eins og með hérna, Napoleon og Hitler og Stalin og það er svo mörg dæmi svona gauðra sem að og þú veist, svo ertu með Alexander sem kemur þá frá þessum svona menningarlega útnára einmitt, það mjög góða punktur og verður síðan auðvitað mesti leiðtogi Grikki allra tíma og auðvitað Grikkir í dag þetta er áhugavert að með strákur hjá mér í hernum núna en sem þetta aðstoðar maður okkar í okkar herprestana og hann til dæmis frá Gríklandi og hann lítur mjög upp til Alexanders allavega, hann ólst upp í Gríklandi fyrstu árin og hann áhugavert að tala við hann einmitt þetta að Alexander mikli sko, hann er algjör hetja í Gríklandi og skólakerfið og námsefnið endurspeglar það þetta barst í tal vegna þess að ég var með kennslu hérna daginn sem ég var að tala stríðsklæpi Alexanders mikla og var að nota hann sem dæmi ýmis ódæð og slíkt hann kom alveg fjöllum strákur og hafði aldrei heyrt tala það var ekki kennt í skólum í Gríklandi. Nei, en það er samt er ekki svolítið verið að teygja lopan með því að vera að tala stríðsklæpi eitthvað sem gerist 300 fyrir Krist. Borgin gefst upp og sendir menn til þess að mæta þér og tekur opnum örmum og þú drepur sendimennina og brennir síðan borgina. Það þótti líka mjög sérstakt á tímum Alexanders mikla. Nei, ég meina þú ert að yfirfara stríðsklæpi sem er svo nútíma fyrir hugtak sko. Nei, ég er ekki bara að gera það, ég er líka að tala út frá hans samtíma. Þú ert að tala ódæðisverk í hernaði. Já, og það var líka að hafa það í huga, það hafa alltaf verið reglur í stríði. Já. Þú veist, allan í okkar heimsluta meira þess að Júlíus Caesar var ákærður og sakaður að brjóta strís lög ekki kalla, þú veist, alþjóðarétti eitthvað slíkt en jú ákveðna svona hefðir og venjur í til dæmis hernaði sínum í Gallíu þar sem hann náttúrulega drap 1/3 eða jafnvel helming allra íbúa Gallíu og það var til dæmis eitthvað sem var notað gegn honum heima í Rómaborg að því sumir sjá oft fyrir sér að þú veist áður fyrir hafi allt verið leyfilegt en það var ekki þannig, það var saman með Napoleon þegar hann var að taka af lífi stríðsfanga í Egyptalandi þá var það litið á það sem ódæði líka í hans samtíma en allavega þannig að það auðvitað er sérstaklega áhugavert að Alexander auðvitað er þessi svona utakarsmaður að kemur frá jaðrinum og jú, þeir þurftu auðvitað að berja aftur á Grikkjónum til þess að halda Grikkjónum í ríkinu eftir að pappans lést og svo auðvitað leggur hann Persaveldi og þá náttúrulega voru engar skýrar reglur og línur hvað ætti að gera upp úr öllu þessu og þá náttúrulega auðvitað getur maður náttúrulega gert heilan þátt bara að tala þá valdabaráttu, hvernig hersöðingarnir deildu sín á milli og hvernig það var notuð hálfbróður hans og hvernig sonur hans var notaður og slíkt en það sem að gerðist auðvitað í stuttu máli var að þeir hver af öðrum lýsa sig sem konunga og það eru fyrst og fremst svona 3 ríki sem rísa upp. En áður en það gerist þá var búið að skipta þessu upp í satrap að svona persneskum sið og þetta er kallað diadokki, er það ekki, sem er gríska orðið yfir þessa það hefur yfirleitt verið kallað herfóringi, ég hef líka séð þetta kallað diadokkar en það var búið að skipta þessu upp í mörg svona satrapi þannig að allir minnst þeir fengu þarna, þú veist, Ptolemæus var búin að fá Egyptaland sem satrapi sko áður en að hann þannig að þeir voru fyrst sko mjög margir, ég er með kort hérna þessu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sýnist mér hérna svona fljótt talið og þetta tímabil er náttúrulega eitthvað, þetta tók einhver áratugi hvort það var einhver 20 ára tímabil nú man ég ekki nákvæmlega en það að þessi ríki mótast þar sem að eru öll þessi minni einingar satrapíen en upp úr þeim rísa þá það sem er Makedónia þá með Grikkland og evrópska hlutan svo ertu með Selekvítana sem er þá Sýrland fyrst og fremst Sýrland og það sem er Írak í dag og hluta Persíu og síðan Tyrkland vísir að ríki og er það sem í dag er Tyrkland eða Litla Asía það mistókst
fjall fyrir Selkvítum Já. og svo náttúrulega voru Ptolemear eða Ptolemeus í Egyptalandi Einmitt. og svo náttúrulega byrjuðu þessi ríki náttúrulega mikið að berjast þetta sína á milli og deila og til dæmis Ptolemeus og Selkvítar voru mikið að berjast til þessum Palestínu, hver ætlaði að ráða þar og Sýrlandi og þá náttúrulega berjast þeir ekki bara með hernaði, þú veist, það ekki bara hermaðurinn sem háir styrjöldurinn, heldur líka ákveðnuleiti fræðimenn og það er náttúrulega sem er líka áhugavert með þennan hellenisma að það er ekki tilvíðun til dæmis að Ptolemeus og hans erfingjar voru mikið að hlaða undir fræðimennsku í Egyptalandi vegna þess að það var náttúrulega virðing í því og þetta, þú veist, prestige og þessi svona aðdáun og þá sjáum við það til dæmis í hlutum eins og sem hefur þetta verið stórlega ýkt en engu að síður, þú veist, bókasafnið í Alexandríu vitin í Alexandríu bjóða hinum og þessum kennurum og fræðimönnum að koma og halda fyrirlestra og kenna og allavega svona menningar áhrif líka Einmitt. og svo náttúrulega færði líka fyrirbrigði sem er svo áhugaverð eins og Bakteríu sem er í dag Afganistan Já. sem var þá líka sjálfstætt ríki ákveðin tíma, þar sem hún sérð blöndun af til dæmis þar búddísk áhrif og hellenismi og það sem er sérstaklega áhugavert það er að sjá búddastyttur í grískum stíl það er mjög áhugavert ef þú sérð, ef þú ímyndaði búddastyttu hvernig hún lítur út það er svo allt öðruvísi þegar það eru grísku áhrifin Algjörlega. en það var þarna grískt konungsríki í því sem í dag er Afganistan Einmitt, maður hefur séð þær, þetta eru svona þú veist, þetta eru svona þessi andlitsdrættir sem eru svona augljóslega indvest svona mótíf og síðan ertu með svona þessi smáatriði í hárinu og skeggjunu og svona sem er alveg augljóslega grískt sem að maður þekkir frá svona grískum styttum og svona sem er áhugavert sko, Baktería og svo líka bara skjóta eins og Kandahar sem er jú stór borg í suðurhluta Afganistans sumar kenningar haldaði fram að það sé einmitt eina af þessum 20 Alexandrium sem Alexander stofnaði Já en ef við tölum aðeins sko við getum algjörlega, ég heldur að kannski tala þessi ríki fyrir sig kannski af því þetta náttúrulega er svæðið sem nær frá Makedónia, það sem Makedónia, Albanía og Grikkland er í dag og alla leið austur að Indusdal gríðalegt landflæmi og þú nefndir auðvitað þessir herfóringjar að díadokkar eða hvað við kallað á arftakar Alexanders sem að voru að berjast völdin og þá eru líka minni grísk ríki sem að koma fram hérna í Grikklandi og Litlu Asíu út með Pergamon til dæmis út með Ródos, það var mikið svona vestlunaríki náttúrulega risinn frá Ródos hann er einmitt reistur á þessum gullaldar árum Ródos eitt af 700 veraldar mörg reyndar er ekki það voru fleiri, vitin, er ekki vitin í Alexandríu líka 700 veraldar og kannski eitthvað fleira frá þessum tíma hvað var aftur þetta í Pergamon sem var svo merkilegt? Já, bókaframleiðsla og pergamentið sem er þessi skinnhandrit parchment, Pergamon var ekki líka hérna Halikarnassus Mystery Safes, já það er í Ólympíu það er reynda byggt sko 435 fyrir Krist Já, en Halikarnassus er saltkjötstaðir er í hérna söður Tyrklandi það er allavega var líka mikið mystery til heiður seifi en það er byggt reyndar fyrir dauða Alexanders 351 fyrir Krist þannig að það eru rauninni bara 2 af 700 fornaldar eru byggð á þessu tímabili sem við bara talum það Ródos risinn og vitin í Alexandríu en já engu að séu 2 af 7 það er alveg já 2 af 7 það er ágætt en það er alltaf gífurlega mikið menningarstarf sem átti sér staðið á þessum tíma því það sem ég finnst áhugaverðast við hellenismann það eru auðvitað þessi grísku áhrif að
að með þessum herjum Alexanders auðvitað að það dreifist grísk menning ennþá meira, þannig að þú ert með gríska tungu á öllu þessu svæði sem alþjóðamálið, bara rétt þess að enskar alþjóðamálið í dag eða franska var alþjóðamálið áður fyrr eða latína eða hvað það er. Já. Og svo líka önnur menningar áhrif eins og til dæmis leikhús. Okkur finnst leikhús kannski vera sjálfsagður hlutur en leikhús enga veginn sjálfsagður hlutur. Gyðingar til dæmis eiga sér enga leikhús menningu, ekki í fornöld. Nei. Og orðin svo til dæmis persóna, ég nota þó sem dæmi, persóna er jú latína og það kemur af persóna sem þýðir gríma. Já. Hvers konar persóna ertu? Hvaða persónu einkenni ertu með? Já. Ef þú spáir í þessu orði sem grímu, þá er okay, hvaða grímu ertu að setja upp núna? Hvaða grímu ertu að setja upp? Og það getur alveg og það er og þá gerir maður sér betur grein fyrir líka hvers konar samfélagi við erum í, þú veist, að því við spilum öll með vissmöndu hlutverk. Jú. Og sérstaklega þá í samfélagi það sem er upptekið af því og setur á svið þar sem að leikarar fara á svið og er að setja upp mismunandi grímur og leika eitthvað og þykjast og gera eitthvað. Það er ekki tilvíðun til dæmis að Hollywood og bíómyndir eru svona vinsanar hjá okkur. Þetta er þú veist hluti af okkar menningur sem á sér mjög forna rætur á meðan í öðrum menningarsamfélögum hafa kannski aðrar hlutir verið mikið meira í fókus. Einmitt. Svo þetta tóku Rómverjar þessa grísku menningu upp og héldu henni áfram í vestrinu, náttúrulega. Algjörlega. En hérna áhugavert þetta sko hvernig menningin dreifist svona og það er auðvitað kannski hlutu til líka praktiskar ástæður við það á bakviða, meðal annars að þetta því að þú ert náttúrulega með hérna spurninguna hvernig ætli ég að stjórna þessu og það er ekkert endilega meina ég Alexander, þetta er bara þú veist þessir grísku herrar hvernig ætlum við að stjórna þessu gífurlega stóra landsvæði sem að auðvitað eru náttúrulega forn menningarsvæði með alveg mjög ríka sögu og svona mörg forn heimsveldi sem að höfðu risið og fallið þarna og það er auðvitað sko þá ertu auðvitað beita þessari aðferð sko að taka þeir auðvitað breyta ekkert þú veist þjóðin í Grikki þeir auðvitað taka bara gríska yfirstjætt og flytja hana inn. Já. Og þá auðvitað sér maður sko stóran innflutning ef maður vill nota það orð á grískumælandi mönnum frá Gríklandi til Miðausturlanda til þess að taka þátt í stjórnsýslunni og í versluninni og í hernum sem er náttúrulega það sem þú þarft til þess að hérna, keyra ríkið og svo þetta er áhugavert þetta með stjórnsýsluna náttúrulega, þú veist, þú talaður að náttúrulega Grikkland hafi verið alls konar mismunandi tegundir af stjórnsýslu dæmum þar, náttúrulega pólisið er auðvitað það sem við þekkjum best úr fornu grísku menningunni en þarna var náttúrulega komið á imperium af austurlenskum sið, það var svona konunglegt einvaldi sem var sett upp allstaðar og þarna voru kannski fornar borgir sem að höfðu mikið, þú veist, mikla þyngd eins og Babylon til dæmis Persepolis og eitthvað svona og það sem þeir gerðu náttúrulega var að þeir byggu til þessar nýju borgir til þess að búi til nýtt stjórnsýslu setur sem að hvirflaðist í kringum þá en ekki fornu elituna, gömlu elituna og það er þetta nákvæmlega sama við sjáum í, við höfum talað með Versali og við höfum talað með Sankt Pétursborg og Konstantinópel og svona, veist, ég er að búi til nýtt valdasetur, gamla valdasetrið er gamla elitan sko. Já, það fallið, það búið. Einmitt. Og þess vegna kom allar þessar Alexandríur. Já. Hvað voru það margar, 20 eitthvað eða 60 eitthvað eða eitthvað, allar margir tugir. Einmitt. Og náttúrulega bara einu þetta sem allir þekkja. Já. Og svo náttúrulega Seleukia sem hann stofnaði þarna, hvað heit hann, Selevkos. Já, hvað þannig. Fyrsti. Já. Við Tigris. Einmitt. Mitt í staðin fyrir að til dæmis í staðin fyrir að setja upp stjórnsýslu miðstöð í Babylon og þá býr hann bara til nýja borg sem hann kallar eftir sjálfum sér. Já. Antiokia verður líka til á þennan hátt. Borg sem þetta var bara búin til svona úr engu sko sem að var síðan átti síðan auðvitað eftir að vera mikið höfuból setna og langt fram á miðaldir. Já.
og það líka áhugavert að þessar borgir, þú veist, sem þeir eru að byggja, þær eru náttúrulega hannaðar eins og gríska borgir. Þannig að þetta sjá menn auðvitað þegar menn eru að grafa þetta upp, sko, þú veist, þetta eru þessar borgir eru með svona beinum, svona gritt götum, skilurðu, þær eru með leikhúsi, þær eru með Akropolis, þú veist, þær eru með baðhúsum og þú veist, öllu þessu sem að Grikkir höfðu í borgunum sínum, gymnasium einmitt, og það var svona sami samfélagsstrúktúru sem var í grísku borgunum. Og það til dæmis ekki eitthvað sem sjálfsagt, því þessi menning til dæmis ekki til í þetta ekki hluti af menningu Íslams, þannig að það sem við sjáum til dæmis í arabísku menningu að þegar að arabar síðan leggja undir sig þessar borgir, þá þrengja sköturnar. Og húsin, þú veist, arabísku húsin, þau taka meira og meira á göttunum, því það ekki hluti af menningunum, þú ert með skrúðgöngur fyrir eitthvað, þú ert ekki með sama opna rými, þú ert ekki með íþróttahúsi, þú ert ekki með sömu Agora. Sömu svona, hvað við kalla svona grundvallar innviði borgarinnar, þannig að það mjög áhugavert, þannig að borgir eru mjög mismunandi eftir menningarsamfélögum. Hvað borg? Það mjög áhugavert, og svo líka svo sjáum við líka náttúrulega því að það koma náttúrulega líka inn í þetta menningar áhrif frá löndunum sem þeir tóku yfir. Og þetta sést til dæmis líka í borgarmenningu að það hefur verið talað til dæmis að í austrænu borgunum sko var hefð fyrir því að vera með opin svæði og græn svæði, samber garðarnir í Babylon, að það veri vinsælt sko að hafa þá, og þetta var ekki eitthvað sem tíðkaðist í grískum borgum, en þetta sjáum við stundum sérstaklega í Egyptalandi og þar sko, þá koma þessi elementi inn í, þá eru þeir að blanda saman líka lokal siðum sko. En ef við tölum með þessi menningar líka áhugaverti sem í Egyptaland, þar sko helst ýmislegt svona egypst líka í þessu Ptolemíska ríki, til dæmis sko þessu svona síðir eins og múmíur og þetta sko, þú veist, maður sér þetta þess að maður tala með áðan með listina sko, þú veist, þetta egypska handbragð sér maður auðvitað í þessum grísku skúlptúrum frá þessum tíma. Og svona hlutir eins og faródýrkun og svona það viðgengst auðvitað áfram í Ptolemíska kerfinu sko. Það gerir það. En það gerist það alltaf þegar ein þjóð leggur undir sig aðra þjóða, þannig að þetta eru áhrif á báða bóa, oft auðvitað meira kannski á annan veginn, en til dæmis líka trúarlega séð, að til dæmis við sáum það alltaf í Egyptalandi, að þá verður til nýtt goð, þessi Serapis, sem þá blanda af Ósiriusi og Seifi. Þá Seifur og Ósiris, og úr þessari blöndu verður til þetta nýja goð sem var mjög, mjög vinsælt. Og eins færði allar þessar lokuðu trúarsamfélög eins og þeir sem voru að dýrka og tilbiðja Dionysus, sem þá, Bakkus, það er svona guð hömluleysis og drykkju og kynsvalls og slíkt, og það var vinsælt, en þetta svona lokaður hópur, það gæti ekki hvers og meir sem gæti orðið, ekki til þess við það. En þú fari líka, þú veist, Isis, gyðjan, verður vinsæl og vinsælli. Líka fyrir utan Egyptaland þá? Já, þá líka fyrir utan Egyptaland. En Isis til dæmis kemur frá Egyptalandi og eiginkona Ósirusar, og hún verður mjög vinsæl og allir mjög vinsæl í Rómaborg setna mér. En erum við þá að sjá líka egypsk trúarlega áhrif til dæmis þá breiðast yfir Mesopotamíu eða til Grikklands? Já, sjáum það líka, Einmitt. Og það sló stór hluti líka þessu svona fræðilegu umræðu og kannski svona deilumálum líka er sko hversu stór voru líka þessi egypsku persnesku áhrif, þessi staðbundnu áhrif, það var líka hvernig austrið hafði þetta áhrif líka á hellenisman og þessa grísku menningu. Og eins sjáum við náttúrulega líka, það voru mikla deilur til dæmis á meðal gyðinga, og við sjáum þetta líka til dæmis í biblíunni, og í trúar og í textum gyðinga frá þessu tímabili,
því þetta auðvitað var margt í hellenismanum sem virkilega lendi saman við lagabálk Móses eins og til dæmis við höfum dæmi það að einhverju prestar, háttsetti prestar hvöttu til dæmis þá aðra klerka til þess að æfa naktir í íþróttahúsinu eins og var venja Grikkja. Það sem ungu piltarnir voru löðræðir í ólífuolíu. Já, ungu piltarnir og glímdu. Fullorðnu kallarnir og þarna var allir naktir að reyna afl sitt og styrkja sig og herða og dýrt sport. Og auðvitað þessi stangast sérstaklega auðvitað í gyðingdónum og auðvitað þú átt ekki að vera að sýna nektina sko. Það er mjög mikilvægt í Gamla testamentinu þú átt að hylja nektina og það er mjög mikilvægt náttúrulega í kristindómnum líka. Og það er stór hluta því af hverju við höfum það siðferði sem við höfum í dag, það er svona grundvallar atrið þú átt að hylja nektina. Og löng saga þar á bakvið og meðan Grikkirnir gerðu það ekki og íþróttaleikirnir til dæmis þar voru með naktur auðvitað því þú vildir sjá alla vöðvana þú vildir sjá hvað íþróttamaðurinn var vel byggður og flottur og það hangir náttúrulega líka saman með það að það sem er fallegt er gott þess vegna er það allir með svo áhugavert og það tekið fram til að Sókrates því lýst að hann var sérstaklega ómyndalegur og ófríður reynilega var hann vist mjög ófríður og ljótur sem stangast auðvitað á við hvað hann var klár og sjarmerandi að öðru leyti því Grikkirnir eru mjög uppteknir af því að það sem er gott það er fallegt það sem er líka mjög slæm hugmynd eins og leyti því það er náttúrulega mjög þú sérð eitthvað sem er óheppinn og er ófríður eða afskræmdur eitthvað leyti og þú dæmir hann þá sem vondan og slæman endurspegli innræti. Já, þessi þarna maður er glæsilegur og fallegur og vel byggður, hann er örugglega mjög góður líka, gott innræti. Sem auðvitað passar ekkert alltaf, þú veist, maður verður að passa sig á því að dæmi ekki bókin út frá kápunni. Nei. Og þarna eru með tölverð deilur þar sem auðvitað prestar, eða rabbínar voru þá auðvitað að vega að þessum hellenisma og vildu þessu minnst af honum sjá og ennfremur hafa þetta það mikil áhrif við höfum dæmi það að gyðingar fengu þá lækna til þess að aðstoða sig við að fá forhúðina aftur af því það er hægt eftir að höfðu umskorinn þá er hægt að skera aftur og draga skinnið fram til þess að búa til nýja forhúð. Ég skal segja ykkur það. Og það er þá náttúrulega hluti af auðvitað þá hellenískum áhrifum af því það er þá virkilega að afneita þínum gyðinglega arfi og þetta auðvitað skiptir mér sérstaklega miklu mála þegar þú ímyndið þú ert í íþróttahúsinu að lifta og hlaupa og allt þetta og allir sjáu þetta og getnaðarlífinu á hver öðrum og þetta er til dæmis hluti af því sem Rómverjum fannst svo mikill viðbjóður að því Rómverja fyrirlítu sérstaklega gyðinga og eina ástæðan var það einmitt umskurðurinn vegna þess í rómverskri menningu og í grískri menningu líka þá er það mjög ósiðilegt og villimannslegt að sjá sem sagt getnaðarlifnum en þetta hangir þetta saman við listiða því þetta er ástæðan fyrir því af hverju alla grískar styttur eru með lítil tippi af því þú veist hitt er völgar, þú veist, það er og þetta er þú veist, og þetta er alveg grundvallar atriði í þessari sögu líka því þetta er náttúrulega svo mikilvægur hluti sko, einkenna einstaklingsins þetta er ástæð fyrir því okkur gyðingar hafa stunda umskurð svo lengi til að skilja sig frá öðrum. Ég skal segja ykkur það. Það er kannski ekki alveg það sem þú sást fyrir þegar við varum að byrja að tala hellenisma. Nei, en við erum alltaf að læra það að Grikkir og það var ekki hluta hellenismannum að stunda umskurð. Nei. Það veitum við allavega. Já, einmitt. Og þá svo við einstil og því að sko íþróttaleikir til dæmis. Íþróttaleikir, ég er ekki viss, ég minnist þess ekki að lesa að það sé einhver hluti af Gamla testamentinu eða almennt semítum, nei, þá er meiri veiði. Veiði hefur verið alltaf mjög mikilvæg og þú sér það til dæmis í
ljóðunum Gilgamesh og slíkt og hjá þessum fornu Súmerum og Babylóniumönnum allt slíkt, veiðin var mjög mikilvæg en ekki þessir íþróttaleikir en það var eins og ólympíuleikarnir og til dæmis þegar Alexander lést og þegar aðrir svona konungar og fyrirmenn létust þá voru oft haldnir sko íþróttaleikir við sjáum það líka til dæmis í Iljónskviðu og þá var einmitt að kasta spjóti og disk og allt þetta og þessar íþróttir sem við þekkjum náttúrulega líka bara í dag frá ólympíuleikunum og þetta náttúrulega mikilvæg hluti þetta líka hellenismans og hafði þetta áhrif á þessi samfélög eins kappreiðar til dæmis með hest og kerru eins og hippodrómið í Konstantínópel setna mér Nákvæmlega. Herru, tungumálið þetta náttúrulega öld grískunar grískan breiðist út sem lingua franca svo komst það þetta mikið notuð í verslun og í stjórnsýslu þetta en líka þetta í fræðum og það þetta þannig að eins og þú nefndir hérna bókasafni í Alexandríu sem að var eitthvað sem að Ptólemeiarnir lögðu mikla áherslu á það var að byggja upp fræða og menningarsetur og ég var nú alveg til að spói hvort að veitu kannski bara taka sérstakann þátt það ekkert Jón. Þetta mjög áhugavert. Endilega gert það. Sem sagt bókasafnið í Alexandríu sem að náttúrulega brann auðvitað mjög svona lítið vitað það hversu mikið fór forgörðum þar en það allavega margir sem hafa lýst því að þú veist að þar hafi verið bara 100.000 bóka og alls konar sögur sem maður hefur heyrt af því hvernig Egyptarnir eða Ptólemeiarnir lögðu sig fram við það að nota sinn auð sem að þeir öðluðust af sinni miklu verslun sem að náttúrulega Egyptaland var alltaf ríkt svæði til þess að komast yfir rit sem að þeir þá til dæmis þýddu yfir í grísku því að gríska var þá tungumáli sem allir fræðmenn gátu lesið og þetta svo áhugavert að með þetta sko, þetta náttúrulega bara runni alveg sama dæmið eins og við erum að gera í dag í núti eða þess að segjum fræðmenn á tímum Arngríms lærða skiluru voru að gera sko allir töluðu latínu og þeir þýddu fornu handritin yfir í latínu til þess að aðrir fræðmenn getur lesið á latínu sko og þetta gerum við í dag skilur að við þýðum heimildirnar yfir á ensku og síðan skrifum við fræðalitteratúrun á ensku og líka áhugavert eins og ég var að lesa það slímis að Egyptar hefur verið að stunda það víst að fara til Grikklands til Aþenu þú veist þar sem að voru einhver forn rit og bjóðast þess að taka ritin sko með sér til Alexandríu sem þeir ætluðu að skrifa þau upp og svo senda það tilbaka upprunalega handritið sko og þú veist það er þetta góðu díl sko við borgum fyrir uppskriftina og þú veist og sem er bara nákvæmlega sama við erum að gera í dag þegar við erum að borga fyrir að skanna eitthvað skiluru eða transkribera eitthvað skiluru og til þess að varðveita einhver merkileg skjöl og handrit og það er alveg magnað að hugsa til þess að menn að vera að gera þetta og síðan koma fræðimenn allstaðar að þetta og tala þá grísku sem sitt vinnutungumál, sitt akademiska tungumál í Alexandríu og það verður til að sérstakur dialekt af grískunni sem að heitir Koine eða ekki hvað kallar maður það, kónísk gríska eða eitthvað svo leiðis Koine gríska því náttúrulega bara almenn, það er kallað bara svona almenna grísku en þetta er kallað eitthvað sérstætt íslensku en þetta er bara, þú veist, almenna grískan Þetta er auðvitað líka stundum talað þetta sem hellenísk gríska eða alexandrísk gríska eða biblísk gríska eða Nýja testamentis gríska Nýja testamentir er skrifað á þessu móli og það er og Nýja testamentir er gott dæmi líka þessi hellenísku áhrif því Jesú þetta talaði ekki grísku það er svo deilt menn deilir og duðan hvort hann að tala eitthvað grísku eða hvað það er en að megninu til tala hann arameísku það var samt mjög áhugavert og þeir náttúrulega töluðu það arameísku sem móðumál fylgjendur hans og það var mjög áhugavert og það sýnir náttúrulega stöðu grískunar þegar síðan þessar sögur eru skrifaða niður og þá er gríska valin og það er einst Páll postuli
hann alltaf var gyðingur, hann talaði líka arameísku, það var hans tungumál, en jú, þetta var menntaður, þannig að hann kunni þetta grísku, þannig að hann skrifaði hann á grísku. Já, en þetta náttúrulega líka bara orðið sko svona almenna tungumál stjórnsýslu og fræða og verslunar einmitt á svæðinu. Já. Og þetta þá einmitt svona nýtt form, þetta öðruvísi heldur en þessi attíska gríska sem að var. Já, meðal hans. Sem þessi gamla gríska. Það er til margar mállýskur, en það þessi klassíska gríska. Já. Að því séðan það kemur líka inn í þetta attíska gríska, það þetta ákveðna tilvílunir hvað hefur við fengið af bókmenntum og þannig að hún líka saman með hvað áherslu voru í samfélagi. Spartverjar til dæmis skrifuðu lítið sem ekki neitt, en það var lítið niður á það. Einhver svona bókamenning var ekki vinsæl hjá Spartverjum, en aþenningar aftur móti voru mjög uppteknir af því að ræða málin og lýðræðið og allt slíkt. Þannig að höfum við náttúrulega fullt að rítum það, Platón til dæmis gott dæmi það og þetta leikritin ekki minnst, og það þessi attíska gríska. En svo náttúrulega þetta mismunandi blæbrigðu og munur á framburði og allan mállýskur og slíkt, að þetta náttúrulega svo fjölbreytilegur heimur. En jú, þetta þarf alltaf að reyna að standardisera eða að einhverju leyti, og þessi almenna koingrískan þetta hluti af því. Þetta alltaf einfaldari gríska. Heldur hún að þið fengið mikið á tökuorðum úr þessum fjölmenningarlegu svæðum sem að hún var töluð í? Það er mjög góð spurning, ég þekki það ekki. Ég hef ekki heyrt það þegar ég var að læra grísku á sínum tíma. Það minnist þess ekki að við höfum talað um það, Nei. En það er sjálfsagt einhver tökuorð. Jú, þú veist, paradís til dæmis tökuorð frá, ég man ekki hvort að segja frá súmersku eða akkadísku eða hvað það er. Herru, skemmtilegt að nefnir þetta. Ég held nefnir þetta sem ég var að segja hérna áðan garðana og svona græn svæði í fornum borgum austusins þá var einmitt þetta orð notað það það ekki? Jú. Paradís. Já. Paradís þýðir bara, þú veist, garður. Innilokaður garður, já. Einmitt, já. Sem mjög áhugavert. Já. Fornt orð. Það sem gervigreindin geymir fólkið. Já, einmitt. Nei, ég bara rakst á fyrir tilvíðin, það þótti síðan bók sem heitir eitthvað kallað á íslensku Sönsaga. Okay. Og hún skrifuð af manni sem hétt Lukian og var frá Samosata, og hann var sýrlendingur, og Samosata þetta við Efrat, þannig að þetta svona við landamæri einhvers staðar Tyrklands, Sýrlands. Og hann einmitt á gott dæmi þennan hellenisma. Lukian var fæddur reyndar 125 eftir Krist, lést 180, þannig hann fyrir utan þetta svona klassíska tímabil sem við erum að tala en þetta sýnir þetta samt grísku áhrifin sem þetta lifðu ennþá eftir það. En einhvað síður, þú veist, það sýrlendingur þá sem ætla hann ekki tala þá arameísku eða síraísku kannski honum til þá, einhvað síður. Og hann skrifaði þá, hann var þá heimspekingur líka, og hann skrifaði þá þessa bók sína sem heitir þá Sönsaga, sem fjallar þá kallað svona lygar hans og ferðir, því þetta líka satíra og þetta ádeila á Heródótus og aðra sagfræðinga sem oft tóku fram ég reyni að segja rétt frá öllu sem ég fekk að heyra og eitthvað svona, á meðan að hann byrjar sína bók á og segja allt sem ég segi í þessari bók eru lygar. Það eina sem satt í bókinni að allt í bókinni eru lygar. Og svo fjallar bókin þess að þá ferð hans, þar sem hann siglir þá vestur fyrir hvað köllum við það? Súlur Herkulesar. Já, Gíbraltarsund. Eða Njörvasund. Já. Jú, Gíbraltarsund. Og síðan upplifir hann þetta til dæmis að hann siglir einhvern veginn út í geim og segir frá baráttu sólarinnar og tungsins, eða fólksins sem býr á sólinu og fólki sem býr á tunglinu og barátta þeirra til dæmis Venus og lýsir þetta allan að furðuverum og
og hann hittir þarna á einum staði konur sem eru eins og þarna vínviður og plata mennina til samræðisvísi og svo þarna deyja þeir við það og lýsir allan svona furðuverum og furðuheimum og hann lendir til dæmis í því að það er hvalur sem gleipir hann og hann býr inn í hvalnum yfir lengri tíma. Já. Þekkt stef, einmitt. Og það sem er svo áhugavert er að þetta er sko, hvað maður segja, þetta er, sumir hafa vilja kalla þetta fyrstu vísindaskáldsöguna. Mér það vera fullangt gengið því það er ekki áhersla á tækni eða slíkt þarna. Þetta er mikið meira eins og ferðir Gullivers. Þetta er það ekki á íslensku. Gulliver's Travels. Kallar hann ekki bara Gulliver. Það er svona ferðasaga sem Gulliver er að ferðast og hittir hann einhver samfélagar, eitt af samfélagum er að pínulítið fólk. Jack Black til dæmis lék í einhverjum mynd, ég held að gera marga myndir upp úr þessu. Þetta er svona ævintýra, svona fantasy, svona ævintýra bækur. Einmitt. Og þessi bók eru mikið meira í þá áttina, að lýsa furðuverum og eitthvað slíkt. Er þarna samt, þetta er, sem ég geta ímyndað sér hvað máli skiptir þetta? Þarna ertu þá með samfélag sem eru það velstætt að það er að eyða púðri í að skrifa eitthvað svona á pappír og það er síðan einhvers þá sem er að lesa þetta og þetta er svo skemmtun hans samtíma og kannski þetta verið örugglega verið lesið upphátt því það var almennt lesið upphátt á þessum tíma þar sem fólk þá hlýðir á og þannig er þá, og líka hugmyndið af hans að ímynda sér að fara út í game og hitta þar einhverjar furðuverur og stríð og gleypta hval og eitthvað svona og þetta er voðalega áhugavert og þetta sjáum hvernig blandast saman og þá líka menningarströymar og ekki minnst hvað þessi grísku áhrif voru sterk. En pældi líka, sko, þú veist, hérna ertu auðvitað með eitthvað sögu sem er varðveist og hún er náttúrulega varðveist að því hún hefur verið skrifuð upp 1.000.000 sinnum. Já. Þú veist, pældi hvað er mikið að svona dóti sem hefur ekkert varðveist. Já, algjörlega. Þú veist, ég meina, í gegnum söguna, ég meina, menn hafa auðvitað hugsað skrifa á Heródotos, þú veist, þetta er sagfræði, við þurfum að varðveita þetta, eða þú veist, já, þetta hérna er sagfræðirit, eða þetta er fræðirit, eða þetta er eitthvað sem hefur, þú veist, eitthvað gildi, þess vegna þurfum við að skrifa þetta upp aftur, sko, það er örugglega til. Getur alveg ímyndað mér að það sé að fólk hafi oft í gegnum söguna hugsað, herri, þetta er bara eitthvað drasl, það er ekkert að skrifa þetta upp. Já, algjörlega, til dæmis, það er hérna ferðamaður fræðimaður frá Marseille Marseille í Fraklandi er nú eina af held ég eldstu borgum Evrópu og var grísk nýlenda á sínum tíma. Grísk nýlenda, já, hvað heitir hún aftur? Marsilia, nei, Googla real quick. Googla, en allavega hann til dæmis skrifaði bók ferðir sínar sem hefur ekki varðveist en það er tilsett eitthvað brot og þá er það mest tilvísanir í öðrum ritum sem síðan vísa í hann og samkvæmt hans ferð samkvæmt honum þá og ferðum hans þá að hann hafa siglt allt norður fyrir Ísland og við erum mögulega siglt það langt norður að hann rakst á hafís og menn hafa alltaf litið á þetta sem bara algjört kjaftaði svona almennt séð í gegnum söguna en á seinni tímum að þá hafa menn haldið fram að það séu nú einhver meira til í þessu og þá meðalans hvernig hann lýsir hafísnum kallað þetta til dæmis pancake ice það er heldur eitt af þessum hugtökur sem þeir nota breskulandkunnuðirnir vegna þess að ísinn einhvern veginn myndast þannig að hann minnir á pönnukökur þú fær einhvern veginn svipaða lýsingar hjá þessum ferðamanni. En ég meina þetta auðvitað segir hvort sem þetta satt eða logið, menn þetta segir auðvitað vitnisburður það að menn vissu til dæmis hvað hafís var. Ég meina það er ekkert sjálfgefið ef þú ímyndað að menn þekki bara Miðjarðarhafið. Nei, nákvæmlega. En menn gátu ímyndað sér hafís, þá hljóta menn að hafa séð það eða heyrt af því allavega. Og ég meita það, þá alltaf rauk þá fyrir því að þessi maður hafi þá raunverulega siglt frá Marseille vestur eftir í gegnum Gibraltar og norður eftir til Bretlandseyja og svo áfram og mögulega komið við á Íslandi og siglt eitthvað norður eftir og svo tilbaka. Já, eða þá kannski ekki, eða þá hann hafi heyrt sögur af einhver álíka, skilurðu? Jú, hann getur líka heyrt sögur af þig en það þá sérstaklega tekið fram í þessu að þú veist, hann heldur í fram að hann ferðast þarna sjálfur og svo margir sem heldur í fram að þetta veri lygi því, þú veist, hafís, hvað kjaftaði það? Heyrðu, Massalia hét hún. Massalia, já. Massilia.
kölluðu Rómverjana en já, þetta er áhugavert þessi grísku það sem að Grikkir vissu sko og auðvitað margar sögur sem að eru til af því og svo náttúrulega auðvitað fræðimennskan hún náttúrulega blómstraði á þessu tíma stjörnufræði, heimspeki læknisfræði, stærðfræði er það ekki rétt hjá mér? Jú, rökfræði og allt slíkt og það held ég að maður geti sagt svona í stuttu vola hangivoðala saman við menninguna og fólki í kringum konungana. Já, þeir lögðu kannski mikla áherslu á þessu hluti, svo til dæmis Ptolemaeus og Ptolemeiarnir lögðu áherslu á þessi mál og það talað þarna, þegar vorum að tala bókasafnið aðan til dæmis þar var auðvitað líka museia, heitir það ekki? Safnið sem svona oft talað sem svona fyrirrennari nútíma safns það sem voru að safna curiosities. Já, mitt. En hvernig var þetta? Voru þetta ekki mitt fræðimenn mitt í Alexandríu sem að og fengu þetta input líka frá, þú veist, Mesopotamíu skilur og Austræn og svona, þetta blandast þetta saman bara rétt eins og í Ameríku þegar allir menningar heimarnir koma saman og úr verður kjarnorkusprengjan, skilur Já, algjörlega Já, það er það en er ekki talað þetta breakthrough þegar þeir reiknuðu út miðbauginn einhver stjarnfræðingur sem reiknaði ummál jarðar og það var svo nákvæmt að það var bara einhverjum 50 kílómetrum sem menn síðan komist að sko bara einhverjum 2000 árum setna Já, það er alveg ótrúlegt það er alveg ótrúlegt og svo er líka þetta þegar þú komið með sameiginlegt tungumál sem er grískan og þú ert með nokkuð sameiginlega stjórnsýslu þá er alltaf mikið léttara fyrir hugmyndir að dreifa sér það er náttúrulega þó stór hluti að því þú náttúrulega verður með almennilega vegi þannig að einhver hugmyndi getur komist frá A til B og svo náttúrulega ekki minnst auðvitað með hirðina og þú ert náttúrulega með fjármagnið og viljan þá til þess að fjárfesta í það til þess að byggja skóla bjóða einhverju fræðimanni til þín borga fyrir að skrifa handrit þannig að hirðin náttúrulega keyrði mikið af þessu áfram og það er eitthvað sem við sjáum líka á seinni tímum til dæmis á miðöldum stór hluti af því af hverju við höfum allar þessar miðaldabókmyndir sem við höfum frá Ísland og í Noregi það er auðvitað hirðin konung Skuggsjá til dæmis í Noregi það er náttúrulega bara hún er náttúrulega skrifið fyrir hirðina hinn að þessu ljóð og konungasögur og það veist, þetta er skrifað fyrir einmitt konungin sem getur þá síðan greitt fyrir með góðum gjöfum og eitthvað slíkt einmitt og það er mikið erfiðar að fá að ná fram einhverjum slíkum efnahagslegum hvötum í til dæmis lýðræðisríki eins og Aþenu auðvitað hvað til dæmis að skrifa leikrit og þess að náttúrulega mikið af leikritum en sá hvati náttúrulega var að miklu leyti út af því að það var keppni hver skrifaði besta leikritið og þá vannstu síðan og fekstu verðlaun og greiðslu fyrir þannig að það náttúrulega mikill hvati Hérna ertu þetta komin út í mjög svona, út að tala hvernig búum við til góða hluti og það eru tveir hluti sem þú ert að nefna hérna sem að gilda í fornöldinni alveg eins og þau gilda í dag, það er annarkvort opinber stuðningur eða frjálsmarkaður það er það það er algjörlega það Herri, ég fletti þessu upp hérna það var sem sagt hérna grískur stjarnfræðingur í Alexandríu Aristarkos frá Samos hann komst að þeirri niðurstöðu að reikistjörnurnar gengu á brautum umhverfi sólu en svo kenning fekk ekki brautagengi frekar en setna kannski og svo var það stjarnfræðingurinn Ptolemaios mjög frumlegir hann alltaf líka þessi kongar og drottningar í Ptolemeiska ríkinu þeir hétu allir Ptolemeus og Kleopatra gerir þetta mjög flókið kannski reyna að hafa smá svona frumleika og svo var það ennþá einföldara því þeir giftu síðan alltaf bræður sínum og systurum þannig að þessi var alveg haldið í fjölskyldunni hann sem sagt kom með þá kenningu að jörðin veri miðdepill í sólkerfinu og þetta var ekki sanna fyrir á 16. öld
og hann hét Eratosthenes landfræðingurinn í Alexandríu sem reknaði mál jarðar. Já. Þannig að þetta voru miklir heilar þarna. Algjörlega. Og þetta langar við til að taka fyrir einhvern tíma sem þátt ptolemeiska heimsmyndin og heimsmynd Kópernikusar. Já. Vegna þess að það oft gert grínaði í dag sko, hvað það var heimskulegt að trúa því að jörðin sé með alheimsvoltani, en það nú ekki flóknar en svo að ef þú stendur úti og horfir upp og horfir á sólina, þá sérðu náttúrulega þetta að sóli snýst í kringum jörðina. Það alveg augljóst, það þess sem við tölum það sólar upprás og það sól setur en svo auðvitað það sem að sýnist, það sem að við sjáum við fyrstu sýn ekkert alltaf rétt. Nei. Og auðvitað trúi ég ekki því að sólin snúist í kringum jörðina, en það samt það mikið flóknara að sanna það en maður heldur, og það allir með þessi stór hluti af umræðunum á allir með 16. öld. Ástæðan fyrir því okkur ptolemeiska heimsmyndin hélt svona lengi var vegna þess að það voru bestu vísindin. Já. Alveg lengi. Já, þú þarft auðvitað að geta sannað þetta sem þú ert að halda fram. Já, þú verður að geta sannað, og til dæmis Kópernik og til dæmis Galileo gæti enga veginn sannað það að sólin myndi ekki snúast í kringum jörðina. Hann gæti enga veginn sannað það að jörðin myndi snúast í kringum sólina. Það stóð hlutaði af hverju, það var hlutaði af hverju hann dæmdur. En svo var það dæmdur meira fyrir aðra hluti, þannig að kirkjan var ekki að halda á ofta ykkur svona vegna þess að stendur eitthvað í biblíunni, það ekkert kjaftaði, heldur voru þetta lélegari vísindi en aðal vísindakenningin á þeim tíma. Síðan þetta breytist það. Þeir voru alltaf svo vísindalegir sko, þeir alltaf bara tóku menna lífi fyrir að fara með slæma kenningar sko. Já, algjörlega, ég gerði það. Verð það ekki gert hann enn þann dag í dag. James Watson, hann var nú að látast, hann lést núna. Sá sem það einn af stærstu vísindamönnum 20. aldar. Hann náttúrulega var brautryðjandi í því að uppgötva var ekki genakóðan og fekk Nóbelsverðlaun fyrir það, en hann var alveg afskrifaður þetta síðustu ævi árin því hann var að tala hitt og þetta innan erfðafræðina sem bannað að tala Já. Það er alltaf að passa sig á sem við talaðum áður, ég menna vísindin eru köld réttið svo náttúru heimurinn en síðan þetta er náttúrulega mannlegt eðli sem er miklu heitara, hagsmunir og völd og allt þetta. Já, tilfinningar og ekki minnst það tilfinningar algjörlega, en í tengslu þetta, ég ætla að segja minnst bara aðtilvægur punktur í tengslu þetta að eins og fyrir mig þú veist, þegar maður hefur bara svona yfirborð skilning á hlutunum þá veitum við það náttúrulega að forngrikkir voru rosalega komist mjög langt í vísindum og fræðum og allt þetta sko, þú veist, og þá sér maður alltaf fyrir sér sko Sókrates tímabil sko, þú veist, aðþenningana og Spörtu og þú veist, maður sér þetta alltaf fyrir sér sem þar sko, forngrikkirnir í á klassíska tímabilinu fattur við. En svo náttúrulega sko, eins og vorum að nefna mikið af þessum fræðilegu og vísindalegu breakthrough kenningum sem að koma frá forngrikkjum eru ekkert endilega frá klassíska tímabilinu heldur einmitt helleníska tímabilinu og eru kannski meðal annars afleiðing af því að það verður samsóningur af menningarheimum það sem að algjörlega austræn vísindahefð mætir vestrænni vísindahefð og svo framvegis. Og til dæmis litu Grikkir mjög upp til Egyptalands og Grikkir voru mjög móttækilegir fyrir straumum og hugmyndum frá Egyptalandi. Og Egyptaland var í miklu hávegum haft og það var líka út af því vegna Egyptaland var svo formt menningarsamfélag og það mjög mikilvægt að hafa það allir með sig í huga og Grikkir sjálfur litu mjög upp til Egypta. Já. En ef við tölum aðeins þessa pólitísku sögu við erum með þessi ríki, þetta er þess að ptolemeiska veldið var mjög stöndugt ríki að þau þetta sé ég getur að það var í einstakri stöðu út af Níl og hvað Níl er stöðu á Gulá í Kína til dæmis er algjör hryllingur. Gulá í Kína er rosalega óstöðu og þú veist aldrei hvernig hún flæðir yfir bakka sína og þegar hún hefur flætt yfir bakka sína þá hefur það verið bókstaflega heimsendir fyrir Kínverja því þá hefur
hefur kannski 20.000, 100.000 að druknað þetta mandate og heaven, keisarinn er búin að missa þennan rétt til þess að stýra, guðin er búin að snúa baki við honum, samfélagi brotnar upp, borgari styrjöld, allt í einhverjum hryllingi og meðan Níl er ekki svona, Níl er alveg ofbóðslega stöðu. Hún flæðir yfir bakka sína eftir bara árstíðunum. Já, fylgir bara því og þú veist það og hún er ekki hættuleg, það er ekki rosaleg flóð sem kom að eyðileggja og ástæða fyrir því okkur svo mikið þú flæðir bakka sína eru þetta næringin sem kemur með ánni. Jú. Og hún ber fram þennan næringaríka jarðveg sem er þá náttúrulega bara áburður fyrir landbúnaðinn og þetta er náttúrulega skipt svo miklu máli því áveitukerfi til dæmis eyðileggja landið hægt og rólega. Hluta því til dæmis af hverju Írak og Sýrland er svona mikil eyðimörk í dag er vegna þess að menn voru með svo mikil áveitukerfi vegna þess að það er aðeins salt í öllu vatni. Ferskvatn er líka með aðeins salt og þú ert alltaf að setja ferskvatn á landið þitt, það hægt og rólega byggist upp saltið og jarðvegurinn verður saltari og saltari og endanum stendur fram fyrir því að þú getur ekki lengur nota jarðveginn. Egyptaland lendir ekki í þessu þannig að þess vegna var þetta framleiða gífurlegt magn af korni og matvöru í Egyptalandi og fyrir þá sem stýrðu Egyptalandi að þá voru þetta skattleggja þessa framleiðslu og nota hana síðan í eitthvað, byggja píramíta, byggja stofna bókasafni í Alexandríu, ráða málaliða, byggja upp her, byggja skip og eitthvað slíkt. Þannig Egyptaland var gífurlega ríkt land og það var náttúrulega brauðkarfa með Austurlanda. Brauðkarfa fornaldarinnar. Já. En Egyptaland var ekki útþensluríki á þessum tíma. Þeir voru yfirleitt svona svipað og ég getur ekki verið að það sé, ég hafi heyrt einhvern staðar svona samlíkingu á þessu svo við Spörtu, sko. Þetta er öflugt hernaðarlega séð vegna þess að þeir nota svo mikið af sínum hernaði í að halda sínu eigin fólki niðri. Þannig að það er erfitt að ráðast á þá, en þeir eru aldrei að fara að ráðast á þig. Getur verið að það sé eitthvað til í þessu? Getur verið, en náttúrulega líka auðvitað landafræðin, því það náttúrulega er mikil eyðimörk, bæði vestan og austanvegin við Egyptaland. Þannig að það er mjög erfitt að ráðast á landið, en engu að síður, ég veit ekki hverju það sætir, en Egyptaland hefur í raun og veru fyrst og fremst verið stýrt af öðrum í nokkuð þúsund ár. Ég man ekki hvernig síðasta egypska konungsfjölskyldan dó út, því það eru leika töluvert fyrir Persa, til dæmis þegar Alexander leggur Egyptaland undir sig, þá er Egyptaland búin að vera undir hæl Persa yfir lengri tíma. Og það var eitthvað sem þoldu mjög illa því Persar komu mjög illa fram við Egypta meðal að slátruðu aprísnautinu og virtu ekki síðu og venjur þetta þess að voru uppreisnir og mikill óstöðuleiki í Egyptalandi. Já, en svona útlenskar svona valdættir auðvitað það er kannski, maður getur auðvitað tala það hversu lengi þeir eru útlenskar og hvenær það byrja að vera bara algjörlega innlendar, sko. Já, og því auðvitað var þetta egypska valdælita sem hefur náttúrulega hagaði líka. Til dæmis Ptólemaearnir koma þarna, þeir breyttu voðalega litlu og vildu bara halda í sama kerfi sem var. Og það hendaði þetta egypsku valdaelitinu mjög vel og prestarnir gátu gert það sem þeir vildu og tilbeði sitt appisnaut og hvað það var. Og þá var þeir alveg til í að borga skatt og skipti engu máli hvort það væri eitthvað Ptólemaei sem var Grikki eða hvort það hefði verið ykkur Egypti og jafnvel plúsaði sig Grikki. En talaði elítan grísku alveg fram að Rómverjum? Já. Til dæmis talaði Kleópatra grísku sem móðurmál? Já, ég held það. Ég er nokkuð viss um það. Einmitt. En svo náttúrulega líka þetta hluti af þessu, við náttúrulega verðum að hafa það í huga, þetta náttúrulega voru samfélög þar sem að þau voru tvítingd þessi samfélög, allavega, ef ekki meira. Og það var alltaf eins og með Rómverja það er mikilvægt að hafa það í huga að Rómverjar voru allir tvítengdir, allir menntaðir Rómverjar voru tvítengdir, þau töluðu allir grísku og latínu þetta og til dæmis það var gert í því á tímum Rómaveldis að ráða gríska þræla og grískar, ekki minnst líka grískar hvað kallum við það á íslensku, svona wet nurse Wet nurse. Já, wet nurse er enska orðið yfir það er sem sagt mjólkandi konur af því að rómverskar aðalskonur voru ekki með börnin sín á brjósti. Þannig að þú fekst aðrar konur til þess að vera með barnið á brjósti. Já.
og þá var það allir með gert með vilja að velja grískar konur, þannig að börnin myndu læra grísku, myndu ekki tala grísku með latneskum hreim. Einmitt, já. Og þetta allir með, ég verð bara að skjóta þeim, mikilvægt að gera sem grein fyrir, því ég oft rekst á það, menn hafa haldið í framtíðis að Rómverjarnir hafi verið svo uppteknir af verkfræði og lögfræði og svona kaldir og rökhyggju og þannig, þeir voru ekkert að spá ykkur heimspeki og eitthvað svona kjaftaði og þá er einu rökkonum eru, já, þú veist, Rómverjar okkur þýddu ekki þessi heimspeki yfir á latínu, þú veist, okkur höfum við ekki fullt af rómverskum heimspeki ritum á latínu. Já, einfalda svari við því er að allir kunnu grísku. Af hverju ætti að vera þýðið yfir á latínu þegar þú ert tvítengdur? Ég hef enga þörf fyrir eitthvað sem þýtt úr ensku yfir og íslensku fyrir mig, veist, og þvert á móti, ég myndi alltaf lesa það frekar á ensku en íslenska þýðingu vegna þess að veist, ég vil lesa frumtextan. Það þýðir ekki að Rómverjar höfðu ekki áhuga á heimspeki, þvert á móti, þeir höfðu mikinn áhuga á heimspeki, en það sér það í því að þetta var tvítengt samfélag. Já, nákvæmlega. En ok, þannig þá fella þessi rök alveg það eru Rómverjar, en aftur að Ptólemeum það er auðvitað leiðum til lok þegar að Rómverjar þá eru komin alveg fram á tíma Markúsar, Antoníusar og svona Já, því það eru Rómverjar sem fella öll þessi ríki. Það er nefnilega það, sko, Rómverjar fella öll þessi ríki nema náttúrulega austrænustu ríkin. Já. En Selevkítar það er mjög áhvert ríki, það er alltaf stærsta ríkið landfræðilega séð á tímabili, en það alltaf minnkar mjög mikið þegar framlíða stundir. Já. og svo sagði ráðan að þetta voru mörg stríð þarna, þetta voru sko 4 svona diadokki styrjaldir þarna fram til 301 fyrir Krist og síðan eru þetta fleiri minni stríð og Selevkíta veldið er sko þegar það er á sínum hápunkti sko þá nær það alveg inn í Litlu Asíu í vestri og alveg niður að Palestínu í suðri og svo allalega austur til Bakteríu og Indusdals yfir allt alla Persíu og það svæði sem í dag Íran en svona þegar framleiðu stundi þá minnkaði þetta veldi alltaf og þjappaði svolítið í kringum það sem í dag Sýrland og svona kannski lengst af eða svona þegar við hugsaum við Selevkíta veldið að þá er það svona einmitt í kringum Sýrland það sem Antíokkía er þó orðin svona valdapóllin í því ríki. Já. Og eins og við töluðum aðeins áðan með Antíokkíu, hún var náttúrulega borg sem var búin til svona úr engu og menn hafa talað að þetta vissuleiti verið óheppilegu staði fyrir borg upp að mörguleiti er ekki að því hún er svona hálfvegis upp í fjallslíð en það auðvitað gerir það reynda líka talað að veri auðvelt að verja hana sko út af því að hún er svona hátt yfir og þetta auðvitað kynntust krossfarar til dæmis þegar þær komu og tóku Antíokkíu og saga Selevkíta svona pólitískt séð getur við þetta séð svolítið svona svipað og við sjáum með öðrum dæmum í sögunni að það er svona minkandi heimsveldi sko og svo endar það bara með því að það er orðið svona lítið hálfgert borgríki bara svona í kringum Antíokkíu og það er hinn ágæti Pompeius hinn mikli sem að batt enda á það á tímum gullaldar Rómverja en veist ok, af hverju þetta er að flóki að segja nákvæmlega af hverju þetta ríki af hverju kvarnaði svona úr því þetta er náttúrulega mjög viðfemt svæði og mjög svona fjölbreytt svæði og náttúrulega mjög mikið af alls konar þjóðum þarna og það held ég að segja með kjarnin og ekki minnst séu þetta landafræðin líka því Ptólemearnir náttúrulega nutu mjög góðs af því hvað Egyptalandi er vel varið Makedónia það var heimalandið það var kjarnin á meðan í þá Sýrlandi og í þessu gamla Persaveldi þá var þetta að reyna að setja bara nýja elítu ofan á gamla kerfið og í gamla kerfinu þetta eru allavega hagsmunir og það er óbúslega langt út frá Antíokkíu allavega til það sem í dag er Afganistan eða Pakistan þannig að það er náttúrulega mjög erfitt fyrir þetta ríki að halda þessu saman og sérstaklega þegar eru þá sterk ríki líka við landamærið sem eru að vega að því eins og til dæmis þá Ptólemearnir frá Egyptalandi og eins Makedóníu menn
frá Makedóníu og Gríklandi, það er alltaf stór hlutaði afgrúða sem kvartast alltaf úr þessu hægt og rólega einmitt. og það mútið sem sagt að ýmsu leiti það verður svo vonlust að reyna að halda þessu ríki út svona til lengdar Einmitt. þú veist, þetta reyna menn en þá er það mjög skiljanlegt að það hef ekki gengið betur en svo Og síðan auðvitað ertu með þessi grísku, það sem að maður myndi kalla grísku ríki sem eru þá í það sem það er Grikkland og Makedónia og Litla Asía, svo með, eins og við nefndum aðan Pergamon og þú ert með Ródos og þú ert með Epírus. Epírus nú, og það kemur auðvitað fram í þessum hjá þessum rómversku sakfræðingum hefur verið að tala þegar Rómverjar voru að leggja undir sig þessi svæði að var það ekki Epírus kóngurinn sem að veitti svo mikið viðnám hvað heit hann, Píreus eða eitthvað, þannig kemur orðið Pyrrhic Victory að sem sagt vinna sigur sem að kostar þeim mjög mikið sko Ég hugsa, kemur það ekki frá Jú rétt, alltaf fór ég var að hugsa eitthvað rauð vegna Efesus Pyrrhic Victory, já, það er Pyrrhus frá Epírus, já. Alveg rétt. Nei, í landafræðinni þá sá ég alltaf fyrir mér vesturhluta Litlu Asíu, en við erum auðvitað ekki þar. Við erum í Gríklandi og það sem er Albanía, Epírus. Einmitt. Þannig að þetta var orustanum Askúlum 279 fyrir Krist. Já. Plútark skrifar þetta. Já, það er ekki eitthvað að þá leiða ef ég vinn annan svona bardaga þá stríði búið. Já. One more victory over the Romans and we are completely done for. Já, mitt. Einmitt. Já. En já, þannig að þetta er áhugavert. Við kannski förum að nálgast hér seinni hlutan í þettunum, kannski. Jú, því þú veist, auðvitað með fyrirbrigðis og hellenisma, við höfum auðvitað nefnt heilmart, við höfum alltaf talað eins og bókmenntir og fræðimennsku, við höfum alltaf getað að tala meira eins og við höfum getað að tala með heimspekinu auðvitað, stóuspeki og Epikúrus og Epiktetus og eitthvað svona, en við höfum alltaf nefnt svona að það mikilvægast það sem er þessi grísku áhrif og reynda að koma með nokkuð dæmi það, eins og til dæmis íþróttahúsin og olíubornu mennina og allt þetta leikhúsið og slíkt og það er náttúrulega kannski mest juicy eða svona áhugaverðasti hlutin af þessu sem að kannski við vitum minnst það er þetta eins og þú sagðir náðan baktería og þessi svæði í Afganistan og það voru þetta svæði sem að sko þeir stofnuðu ríki þarna grísk ríki Greco-baktería, getur það ekki verið? Það getur verið að þetta er ríki sem lifði held í ykkur 80 ára eða eitthvað sko Greco-Bactrian Kingdom heitir það eða grísk-baktriska konungsríkið 256 fyrir Krist til cirka 120 fyrir Krist já. Og þetta var þá einn af þessum gömlu satröpum frá honum Alexander Díódótus fyrsti sem stofnaði það nei, hann kom út úr náttúrulega Selevkíta veldinu já. Nei, ég man ekki hvað heita nákvæmlega allar þessi konungar maður, þetta er svo endarsnöpt að þarf maður að vera með konungalistana fyrir fram að sig Já, nei, mér sýnist að hafa klofnað út úr frá Selevkítum en það sem skiptir ekkert öllum máli þetta var grískt svona menningarlegt grískt konungsríki á þessu svæði sem er í dag Afganistan og og mér skilst að það sé bara, getur ekki verið að það sé alveg eftir að finna ýmislegt upp úr jörðu meira Jú, alveg heilmikið Það er alltaf svo áhugavert með fornleifafræðina að það er fyrst og fremst svona okkar heimsluti sem hefur verið mjög mikið svona uppgrafin en það finnst alveg heilmikið af borgum og fornminjum í jörðu sem hefur ekkert verið rannsakað og lítið sem ekkert verið grafiðar Einmitt. Þannig að eða loksins kemst ykkur almennilegu friður á þarna í Afganistan þá
nóg af verkefnum þar fyrir fornleifafræðinga. Já, þeir segja hérna Ai-Khanum í norðaustur Afganistan, þar hafa menn fundið hérna rústir sem að sýna helleníska borg með grísku leikhúsi og gymnasium. Já, mitt. Ótrúlegt alveg. Já, þetta líka svo áverð að þetta svo framandi í samanburðu við Afganistan eins og við þekkjum þetta í dag. Þetta svo allt önnur menning og þegar við hugsa Grikki þá vorum maður ekki að hugsa borg í Afganistan á meðan að þú veist það líka hluti af þessum gríska heimi og þessum gríska heimi fornaldar. Já. Að þú ert með grískar borgir allt frá Spáni í vestri til Afganistans í austri. Þessi ég var nú þetta ríki sýnist mér hérna, ég að hlaupa hérna yfir þetta á hrossavæði, mér sýnist nú þetta að verið tekið þegar að verið hérna einhverjir sem riðust þarna inn og tókuðu þetta yfir. Já. Og þó hélt nú gríska og hellenismin eitthvað áfram sko. Já. Talaði hérna að gríska hafi verið opinbert tungumál alveg fram til 127. Já. Fyrir Krist. Já, svona breytingar taka auðvitað tíma og það ennþann dag í dag sögur þess efnis að einhverjir, og það fólk í Afganistan sem lítur á þessum afkomendur Alexander Smikla og hans hermana. Það alveg ótrúlegt að svona getur lifa, hvað svona getur lifa lengi í maður. Þetta áhugavert. Það eru á svona stöðum auðvitað það sem að sagnfræðin og fornleifafræðin og genafræðin og hinn ýmsu fræði taka höndum saman til að gera fortíðina aðeins bjartari. Já. Það svona eins og við höfum séð til dæmis í Íslandssögunni og talaði stundum hérna í hlaðarpinu. Einmitt. En ég held kannski að við séum þetta sé komið gott hjá okkur í dag og þetta svo við tölum hérna náttúrulega merkilegt hvað þessi gríski menningarheimur hefur haft alveg gríðarlega áhrif á alla söguna og svo hélt þetta áfram og hérna var borið áfram í gegnum Rómaveldi, bæði í austri og í vestri og hér erum við í dag en þá tala þetta. Já. Með hinn ýmsa menningarar sem við búum ennþá við eftir þetta. Hvert einasta mannsbarn hefur heyrt Pýþagórasarregluna til dæmis. Já, nákvæmlega. Eins og ég var hérna í Oslo síðustu helgi þar til sá ég styttu af hérna Merkúri og Merkúruta hérna, eða Hermes verslunarguðinn. Ég gerir mér grein fyrir því að fæstir Oslo búar sem labba fram hjá og gera sér grein fyrir því að þetta stytta af honum en engu að síður, þú veist, það var þetta samt dæmi áhrifin. Jú. Nákvæmlega. Herru, þá held ég að við segjum þetta gott hér af hlaðarpinu söguskoðun í dag. Við þökkum fyrir okkur og snúum aftur í næsta þætti með eitthvað allt annað málefni að ræða. Við minnum hlustundur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com og söguskoðun@gmail.com sem netfang þáttarins og einnig erum við á Facebook og hlaðvörpið með nálgast allstaðar þar sem þú nálgast hlaðvörp. Að því sögðu kveðjum við héðan í dag og við sjáumst fjallhress í næsta þætti. Verið sæl. Verið sæl.